Við erum hér saman komin til að kveðja mann sem við elskuðum öll. Hann Guðjón Valgeirsson hvarf úr lífum okkar, rétt eins og þessi króna mun hverfa úr hendinni minni núna. Takk fyrir. Er þetta presturinn sem þú pantaðir? Séra Jón, hann mældi með henni, hún á að vera góð, sko. Guð getur tekið frá okkur ástvini okkar, en það er eitt sem hann tekur aldrei frá okkur. Það eru töfrarnir. Já, það eru töfrarnir. Það er sorglegt að þurfa að kveðja hann Guðjón okkar hér í dag, en það má með sanni segja að Guð Almáttugur getur tekið burt það sem hann hefur skapað á hverri stundu og skilað því aftur þegar þú býst síst við því. Guð minn góður, þetta er engan veginn í lagi. Gerðu eitthvað. Já, ég skal. Séra Kristín, ég var að biðja að hætta þessu rugli. Þetta er algjör óvinning fyrir okkur og alla aðstandendur Guðjóns. Guð skapaði heiminn með töfrum. Ég vil halda jarðarfari með töfrum. Er það eitthvað svo rámt? Systir mín er búin að vera að halda aftur tárum í allan dag. Sérðu hana? Hún er að gráta. Við vorum að missa pabba okkar. Getum við ekki bara haldið þetta á hefðbundna mátan? Já, ég skil þig og ég samhryggist innilega. Getum við bara klárað þetta? Já, heldum bara. Án allra töfrabragða. Já. Heldum áfram. Í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Af jörðu ertu kominn og jörðu skaltu verða. Af jörðu ertu kominn og jörðu skaltu verða. En nú fyrir lokaatriðið þá þarf ég að fá sjálfboðaliða. En hann Guðjón er einmitt kominn ofan í kistuna sem ég ætla nú að saga í tvennt. Ég skil ekki hvað hefur komið fyrir. Síðast þegar þér komuð þá vildu þér hjálpa fólki en nú nýtið þér krafta yðar einungis í ódýr töfrabrögð. Ég veit ekki hvað skal segja. Það voru aðrir tímar, frá árinu 0 til ársins 30.